Kona sem vann hjá ræstingafyrirtæki segir að álagið hafi verið slíkt að stundum hafi starfsmenn ekki komist á klósett og þurfti að pissa í fötu. Eigandi fyrirtækisins segir þessar lýsingar koma sér á óvart. Varaforseti Bandaríkjanna segir meiri ógn steðja að Evrópulöndum innan frá en frá ríkjum á borð við Rússland og Kína. Leiðir að friði í Úkraínu eru í brennidepli á öryggisráðstefnu sem hófst í München í Þýskalandi í dag. Kennarar hafa samþykkt ótímabundin verkföll í öllum leikskólum Kópavogs og tímabundin verkföll í grunnskólum í 3 öðrum sveitarfélögum. Verkföllin eiga að hefjast í næsta mánuði. Ný neyðarhitaveita er komin upp á Miðnesheiði. Hún á að varna því að fasteignir skemmist verði tjón á Njarðvíkuræð í næsta eldgosi. Það þarf ekki meir en hálftíma til að afgreiða eina giftingu, segir prestur í Glerárkirkju á Akureyri. Þar gengu 16 pör í það heilaga í dag á degi elskenda. Gott kvöld. Erlendur starfsmaður ræstingafyrirtækis segir viðmót stjórnenda til sín hafa versnað mjög eftir að hún varð trúnaðarmaður og enn frekar eftir að hún varð barnshafandi. Stundum hafi álagið verið svo mikið að hún hafi ekki komist á salerni í vinnunni. Eigandi fyrirtækisins segir þessar lýsingar koma sér algjörlega á óvart. Andreina Edwards er frá Venezuela og hóf störf hjá Ræstitækni í maí 2023 en er nú í fæðingarorlofi. Hún segist hafa verið ánægð í vinnunni. Bueno, de hecho, mi trabajo allí me gustaba bastante y me llevaba muy bien con los compañeros con los que trabajaba lado a lado, con los que íbamos en la camioneta, pero no fue muy gratificante el trato que recibí en Ræstitækni, sobre todo luego de que fui representante sindical y todo se agravió cuando me enteré que estaba embarazada. Mér þykir auðvitað mjög leitt að hún hafi haft þessa upplifun, en ég held að við höfum lagt okkur alla fram að koma vel fram við þessa konu og við fögnum því að fá trúnaðarmann á vinnustæðin því að við hefðum ekki haft trúnaðarmann áður og okkur fannst þetta bara til mikilla bóta en ég veit ekki alveg hvers vegna hún hefur fengið þessa upplifun. Hún segir að hraðin og stressi í vinnunni hafi verið mikið. Sí, por supuesto. El trabajo se dividía en planes de trabajo que recibíamos diariamente. Habían a veces 13, 14 sitios de trabajo que teníamos que cumplir al día. Se dividían por un tiempo, 20 minutos, 30 minutos, algunos de 1 hora. Y teníamos que cumplirlos en el tiempo que allí nos establecían porque revisaban el GPS. Solamente nos daban 30 minutos para el almuerzo, divididos entre desayuno y almuerzo, 15 minutos y 15 minutos. Pero a veces teníamos que sacrificar ese tiempo, no ir a tomar el descanso para poder cumplir con los sitios, porque teníamos que trabajar a una velocidad extremadamente rápida. Já, þetta kemur mjög óvart vegna þess að við fylgjumst með því, við erum með GPS-stæki bílunum, við getum fylgst með því hvað þau eru lengi á hverjum stað. Hún notaði aldrei allan tíman sem henni var úthlutað. Hún var yfirleitt alltaf nokkra mínútum, 5 til 10 mínútum fljótari og auk þess fær hún 5 mínútum lengri tíma heldur en við áætlum. Þannig að þetta kemur algjörlega mjög óvart. Andreina segir að þegar hún sem trúnaðarmaður greindi samstarfsmennu frá innihaldi nýja kjarasamningsins, þar sem meðal annars er kveðið á 20% álag vegna akkorsvinnu, hafi stjórnendur fyrirtækisins sett ofan í við hana og sagt hana að fara með rangt mál og boðuðu 3 þeirra hana á fund daginn eftir og sögðu að hún ætti ekki að veita þessar upplýsingar, þær skemmdu starfsandann og lét hana leiðrétta sig við samstarfsmenn. Þá segir hún fyrirtækið ekki borga kjarasamningsbundin laun. Þóri segir að rætt hafi verið við hana því hún hafi meðal annars verið að kynna tímamælda ákvæðisvinnu sem gefur 20% hækkun en fyrirtæki vinni ekki í slíku kerfi. Þá séu laun samkvæmt samningum hjá fyrirtækinu og sömu starfsmenn yfirborgaðir. Sem dæmi álagið og stressið hafi hún ekki alltaf getað komist á klósett og því hafi hún og samstarfskonu hennar gripið til þess ráðs að vera með fötu í bílnum sem þær pissuðu í. Bajábamos el envase, orinábamos allí, teníamos que lavarlo allí. Y otra vez el envase a la camioneta y eso era lo que teníamos que hacer. Okkar starfsfólk er að vinna út allan bæ og það auðvitað fólk hefur aðgang að salernum víða
til dæmis í fyrirtæki sem það vinnur hjá, sem það að þrífa og ég hef ekki heyrt þetta frá neinum öðrum starfsmanni áður. Stjórn Arion banka ákvað á fundi sínum í dag að lýsa yfir áhuga á að hefja viðræður við stjórn Íslandsbanka samruna. Bréf þess efnis hefur verið sent til stjórnarformanns og bankastjóra Íslandsbanka. Stjórnendur Arion banka telja að með samruna verði hægt að draga úr kostnaði í íslensku fjármálakerfi og segjast tilbúnir að vinna með samkeppniseftirlitinu til að tryggja að ávinningurinn skili sér til neytenda. Leiðir til friðar í Úkraínu og kannski ekki síst hverjir taka þátt í þeirri umræðu eru upptakturinn að öryggisráðstefnu sem hófst í München í Þýskalandi í dag. Fjöldi þjóðarleiðtoga og forstöðumanna alþjóðastofnana er þar samankominn til að taka þátt í dagskrá helgarinnar. Mikil öryggisgæsla er í snjókomunni í München. Gæslan var aukin enn frekar í gær eftir að maður ók niður á 4. tug vegfarenda í borginni í gær. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna og Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, áttu fund nú síðdegis eftir að hafa báðir vakið umtal í dag. Birta, eins og síðustu ár þá er innrásarstríð Rússa í Úkraínu aðal umræðu efnið. Já, en kannski með aðeins breyttum áherslum. Núna er ekki þessi sama eining að Rússland sé eini sameiginlegi óvinurinn og nú litar þetta svolítið mikið meira af svona viðbragði við nýrri Bandaríkjastjórn. Eins og við munum þá lofaði Trump því auðvitað að stríðið tæki enda 24 tímum eftir að hann yrði forseti. Nú er enda liðin 24 dagar en hann er að hamast í þessu. Og ráðstefnan í dag byrjar í rauninni með svona tíðindi vikunar í farteskinu. Þá er ég að vísa til annars vegar samtal sem Trump átti við Pútín friðarviðræður, þar sem að Zelensky kom hvergi nærri í því samtali. Og svo líka þegar bandaríski varnarmálaráðherrann sagði líka fyrir í vikunni að Úkraínumenn getur nú ekkert endilega vænst þess að fá tilbaka allt landsvæði sem að Rússar tóku af þeim í svona friðarviðræði. En Zelensky mætir til leiks í dag og ætlar ekki greinilega að vera aukaleikarin í þessum friðarviðræðum sem eiga að standa til landið hans. Eitt af því fyrsta sem hann sagði var bara að þeir kæmi ekki til greina að láta Rússa fá neitt af landsvæðinu sem þeir eru búin að taka og að þeir vilji áfram ganga í NATO. Og svo sagði hann sem hann hefur svo sem nefnt áður að ef að Rússland kemst upp með þetta, að sölsa undir sér landsvæði í nágrannaríkja, þá séu bara önnur nærliggjandi NATO-lönd næst á listanum hjá honum. And I think so, but I don't know, I don't have 100, God bless, we will stop this crazy guy, and we will not have any war in the world in Europe, but you will not stop him just to say, yes, he said that, we will stop. It's not enough, and that's why, how to stop it, security guarantees for us. Það var ekki Zelensky sem vakti mesta athygli í dag. Það var ræða varaforseta Bandaríkjanna, J.D. Vance. Heldur betur. Þetta er svona vel lukkuð aðferðafræði hjá nýrri Bandaríkjastjórn, saman hvort það er viljandi eða ekki. Það er alltaf bara að tala það sem þeir eru að segja. En Vance fór mikið í þessa ræðu. Hann svona beindi spjótunum að leiðtogum í Evrópu. Sagði til dæmis ekki hlusta á kjósendur sína. Hann sagði nota orðalagið að nýr fógeti væri mættur í bæinn og á þá sjálfsögðu við Donald Trump og boða þá kannski stefnubreytingu frá því sem áður var. Hann talaði málfrelsi og gagnrýnisraddir og meint afskipti Elon Musk af kosningum í Evrópu og sagði þá að ef Bandaríkjamenn hafa þolað 10 ára af gagnrýni Gretu Thunberg, sænska aðgerðasinnans, þá hlytu Evrópubúar að þola nokkra mánuði af Elon Musk. En svo sagði hann líka að helsta öryggisógn Evrópu væri í hans huga, ekki í Rússland eða Kína eða álíka stórveldi, heldur væri það fyrst og fremst innanfrá og þá er hann að vísa til þessar árásar sem þú nefndir áðan þegar hælisleitandi keyrði niður fólk í borginni í gær. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values shared with the United States of America. Hvernig var þessari ræðu tekið? Já, það var svona allavega og það var kannski ekki endilega eitthvað sem Evrópuleiðtogarnir bjuggust við þessum tóni á þessi svona miklu svona sameiningarráðstefnu sem hún hefur verið undanfarin ár og telja þetta svona nýjan tón sem að kannski ætti ekki að koma óvart.
Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, hann sagði að Evrópuríkin gætu leitt þetta friðarsamkomulag. Mörgum finnst það kannski ekkert sérlega sannfærandi. Það eru auðvitað að verða 3 ár síðan Rússar réðust inn í Úkraínu og þeir eru nú þegar búin að ná 20% af landsvæði Úkraínu á sitt vald. Utanríkisráðherra Þýskalands, Annalena Baerbock, sagði svona eins og flestir aðrir Evrópuleiðtogar að þau vöruðu við þessari aðferðafræði Bandaríkjastjórnar að fara í þetta ferðalag með einhvern veginn Rússlandsstjórn of nálægt sér og leggja mikla áherslu þá eins og áður hefur komið fram að það verður ekkert samið Úkraínu án Úkraínu. En það er sama hvað fólki finnst, það er að segja hvað aðferðafræði sé best að beita í komandi friðarviðræðum ef af verður, þá er alveg ljóst að það svona slær ekki þau slá ekki alveg í takt Evrópa og Bandaríkin eins og þau gerðu áður. Þessi ráðstefna, hún heldur áfram á morgun? Já, og verður alla helgina og forsætisráðherra og utanríkisráðherra Íslands taka þátt fyrir okkar hönd og bara eins og áður, friðarhorfur og öryggismál í Evrópu og heiminum öllum á dagskrá og við fylgjumst með því. Einmitt. Takk fyrir þetta, Birta. Boðað hefur verið til ótímabundinna verkfalla í öllum leikskólum Kópavogs. Þá munu grunnskólakennarar leggja niður störf á Akranesi, Hveragerði og Ölfusi. Náist ekki samningar fyrir 3. mars. Greidd verða atkvæði verkföll í Hafnarfirði og Fjarðabyggð eftir helgi. Leikskólar í Kópavogi eru 22 talsins. Verkföllin taka að óbreyttu gildi eftir rúmar 2 vikur eða 3. mars og verða ótímabundin. Þá hefur félag grunnskólakennara og skólastjórafélag Íslands boðað verkföll í 4 skólum í 3 sveitarfélögum, í Brekkubæjarskóla og Grundaskóla á Akranesi og þá munu grunnskólakennarar leggja niður störf í Hveragerði og Ölfusi. Verkföllin voru samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta. Það voru 100% já á nokkrum stöðum og það verið 98% í Kópavogi. Verkföll grunnskólana verða tímabundin og standa til og með 21. mars og ná einnig til starfsfólks á skólaskrifstofum. Er þetta viðtækustu verkföllin til þessa? Já, þau eru það nú þegar og ef að til kemur svo að við erum það að verða greitt atkvæði verkfall í Hafnarfirði leikskólunum og í Fjarðabyggð í næstu viku og þá náttúrulega stækkar hópurinn enn. Flest bendi til þess að þær verkfallsboðanir verði samþykktar. Þá hefjast ótímabundin verkföll í 5 framhaldsskólum eftir viku, í Borgarholtsskóla, Fjölbrautaskóla Snæfellinga, Menntaskólanum á Akureyri, Verkmenntaskólanum á Akureyri og Verkmenntaskóla Austurlands. Næsti fundur í þeirri deilu er á mánudag. Síðustu aðgerðir voru dæmdar ólögmætar. Halda þessar aðgerðir vatni? Ja, við sátum mjög vel yfir dómi Félagsdóms sem eins og ég hef sagt áður kom okkur mjög óvart. En við teljum að í dómnum hafi líka gefist það fordæmi sem við erum þá að vinna í núna. Þannig að núna erum við að boða til verkfalla aðildarfélaga leikskólans og grunnskólans í öllum sveitarfélögum hjá öllum vinnustöðum í viðkomandi sveitarfélagi og þar með teljum okkur vera akkurat að fara eftir þeim dómi sem við fengum niðurskurði síðasta sunnudag. Þungatakmarkanir á Vesturlandi hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja og holóttir og blæðandi vegir stefna vegfarendum í hættu. Forstjóri Vegagerðarinnar segir rúma 7 milljarða vanta í viðhald á hverju ári. Sletturnar eru begblæðingar úr veginum, tilkomnar vegna hlýinda síðustu daga. Hlýindin gera undirlag vegarins ótraust og klæðinguna viðkvæma og brothætta. Sveitarstjórar í Dölum og á Snæfellsnesi segja ástandið til komið vegna langvarandi skorts á viðhaldi vega í fjórðungnum. Við erum með mikið og sérstaklega á Vesturlandi með vegi sem hafa verulega skert burðarþol og þeir bera illa mikla þungaumferð og eru viðkvæmari fyrir því að mynda þetta ástand heldur en annars staðar. Já, við erum bara mjög illa fjármögnuð hvað varðar viðhaldssamgöngukerfinu og við höfum verið það í langan tíma þannig að það er ekkert óeðlilegt við það að menn sjáu það. Bergþóra segir Vegagerðina þurfa 20 milljarða í grunnfjárveitingar í viðhald á ári en fái milli 12 og 13. Við erum því miður og höfum upplifað það sérstaklega á Vesturlandi og við höfum hreinlega mist vegi bara því að þeir brotna bara niður. Þungatakmarkanir eru í gildi. Á Vestfjarðavegi er ásþungi takmarkaður við 7 tonn. Ekki var hægt að landa afla á Tálknafirði þar sem flókið var að koma verðmætum suður. Samgönguráðherra vill efla eftirlit með þungaflutningum. Þungi bíla hefur gríðarlega áhrif á niðurbrot vega og ef þungi fer mikið yfir leyfileg mörk þá hefur það gríðarlega áhrif á veginn. Snæfellingar og Dalamenn kalla eftir aðgerðum en Bergþóra bendir á að vegagerð taki tíma. Viðhald er ekki auðvelt að stunda á samgöngukerfinu í febrúar sem maður bara haldið því til haga, allavega ekki svona hefðbundið viðhald en auki fjármagn sem við getum unnið úr í sumar myndi strax hjálpa.
Suðurnesjamenn eru betur búnir undir afleiðingar eldgoss en í fyrra, að minnstakosti hvað varðar hitaveitu, því að fyrri hluti neyðar hitaveitu tilbúinn og byrjað á þeim seinni. Bandaríski herinn rak ratsjárstöð í Rockville á Miðnesheiði frá 1953 til 1997. Þar bjuggu á annað 100 hermenn. Þar voru hermannabragar, mötuneyti, pósthús, íþróttahús og klúbbur sem Íslendingar stunduðu líka. Í Rockville nú allt önnur starfsemi því að í fyrravor fannst heitt vatn þar við tilraunaborun. Nú þar komin neyðarhitaveita sem tilraunaverkefni í samstarfi stjórnvalda, HS Orku, HS Veitna, Ísor, Verkís og fleiri verktaka. Heitavatnslaust varð í 4 daga eftir gosið í febrúar í fyrra þegar Njarðvíkuræðin úr Svartsengi fór undir hraun. Ef Njarðvíkuræðin hættir að veita vatn, hvað gerir þið þá? Þá hvað að skrúa frá kaldavastofni sem liggur frá stofnunum okkar að þessum búnaði hér og þessi neyðarkyndiveita virkjuð og kötlunum þeim startað upp og menn fara að framleiða heitt vatn inn á dreifikerfi HS Veitna sem líka tenging við bara rétt hjá. Ekki verður hægt að hita upp hús með neyðarhitaveitunni, til þess afkastagetan ekki nógu mikil. Þó vonast til að minna þurfa að nota rafmagnsofnana en í fyrra. Og að Fitjum verið að undirbúa seinni hluta neyðarhitaveitunar. Gufukallar eru komnir til landsins og gámar utan þá tilbúnir. Það aðeins frábrugðið þessu kerfi sem við erum í hér vegna þess að þar erum við ekki með jarðhita. Þannig að það þarf meira afl í að kynda upp vatni þar heldur en hér. Hvernig að fá að taka þátt í svona nýjungum? Það eru bara mikil forréttindi og bara eilífur skóli. Við erum bara að læra á hverjum degi og reynum að draga í okkur þá þekkingu sem okkur býðst hverju sinni. Einu gallinn við þetta kerfi sem mjög spennandi að það ekki hægt að prófa það. Heita vatnið þarf að fara af og þá loksins hægt að prufukera þetta og setja þetta í gang og athuga það hvort að hægt að bjarga lögnum og fasteignum á svæðinu. Þótt margir hafi áhyggjur af auknum vígbúnaði vegna stríðsátaka í heiminum ástandið atvinnuskapandi fyrir aðra. Þannig ganga prjónavélar í finnska fyrirtækinu Sokkameistarinn eða Súkameistarit nú allan sólarhringinn eftir að þeim barst stærsta pöntun frá upphafi. Danski herinn pantaði 750.000 pör af hágæða ullarsokkum til næstu 4 ára. Þess sérstaklega getið að sokkarnir eigi að henta við allskyns aðstæður, meðal annars á norðurslóðum, nánar tiltekið á Grænlandi. No kyllä asiakkaalla on kohtuullisen kiire, että ensimmäiset varsinaiset tilaukset tulee helmikuussa ja sen jälkeen toimitukset lähtee varmasti kuukauden sisään rullaan. Kínverska geimferðastofnunin CMSA kynnti í vikunni nöfn búninga og faratækis sem notuð verða í mönnuðum ferðum til tunglsins. Búningurinn ber nafnið Wangyu sem þýðir að stara út í alheiminn og jeppinn nefndur Tansuo, að kanna hið óþekkta. Kínverjar stefna á að senda mannaða flaug til tunglsins árið 2030. Markmiðið að gera rannsóknir og tilraunir til undirbúnings fyrir mannaðar ferðir til og frá tunglinu. 探索既表征着我们要到月球去探索新的领域，看看宇宙当中未知的地方，也是我们对科学技术的进一步的探索。路无漫漫其修远矣，我将上下而求索。我想，这是我们探索浩瀚宇宙、建设航天强国的重要的机会。 Það þarf ekki að vera flókið að afgreiða eina giftingu eins og margsannaðist í Glerárkirkju á Akureyri í dag. Þar gengur brúðhjón dagsins í það heilaga á hálftíma fresti í rað giftingarathöfn. Það var töluvert þétt dagskrá þennan föstudaginn í Glerárkirkju á Akureyri þar sem að 4 prestar bæjarins tóku höndum saman og buðu upp á raðgiftingu í tilefni af degi elskenda. Þetta 16 pör sem að koma. Kemur okkur óvart og áttum vona kannski 3-4. Þannig að það bara ágætis fjöldi og við fögnum hér með þeim. Pörin fengu 30 mínútur hvert og verðandi brúðhjónin þurftu ekki að hugsa fyrir neinu nema að hafa hringana meðferðis. Það myndabás og freyðivín og feng.
nýgift og kaka sem fólk fær merkt nýgift. Þau Stefán og Sandra ásamt hringaberanum Gabrielu Mjöll voru meðal þeirra sem lögðu leið sína í kirkjuna. Dagurinn var ekki planaður með löngum fyrirvara og alls ekki með Valentínus í huga. Við hefum ekki hugmyndið fyrst, sáum bara auglýsingunni í dagskránni og bara stukkum á tækifærið. Þannig að þessi dagur hefur ekkert haft neina sérstaka þýðingu fyrir ykkur hingað til eða hvað? Nei, í rauninni ekki. Við fögnum bóndadeginum og konudeginum og svona, en þetta er bara skemmtilegt. Þessi dagur hefur þá væntanlega þýðingu hér eftir, ekki satt? Jú, hann gerir það núna. Þannig að já, mjög gaman að þessi. Var þetta planað með löngu fyrirvara eða bara skyndiákvörðun? Þetta var skyndiákvörðun. 1,5 vika? Já. Já, 1,5. Herru, þá ætla ég ekki að trufla ykkur meira, ég veit að það hefur stuttan tíma, þannig að bara til hamingju. Take my whole life too for a... Sjáum þá næst hvernig viðrar á nýgift hjón og aðra landsmenn. Á morgun verða austan 5 til 13 metrar, víðast hvar en 13 til 20 syðst. Dálítil él suðaustan og austanlands en annars bjart að mestu. Hiti eða undir frostmarki en 0 til 5 stiga hiti við suður- og vesturströndina. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. 3 menn hafa verið dæmdir fyrir þýskum dómstóli fyrir tilraun til að kúga fé úr fjölskyldu ökuþórsins Michael Schumacher með því að hóta að birta viðkvæmar sjúkraupplýsingar Schumachers. Spennan var mikil í sprettgöngu kvenna á heimsmeistaramótinu í skíðaskotfimi í dag. Sigurvegarinn í stórsvíi karla á HM í alpagreinum var nokkuð óvæntur. Við förum yfir þetta í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Kona sem vann hjá ræstingafyrirtæki segir að álagið hafi verið slíkt að stundum hafi starfsmenn ekki komist á klósett og þurft að pissa í fötu. Eigandi fyrirtækisins segir þessar lýsingar koma sér á óvart. Varaforseti Bandaríkjanna segir meiri ógn steðja að Evrópulöndum innan frá en frá ríkjum á borði Rússland og Kína. Leiðir að friði í Úkraínu eru í brennidepli á öryggisráðstefnu sem hófst í München í Þýskalandi í dag. Kennarar hafa samþykkt ótímabundin verkföll í öllum leikskólum Kópavogs og tímabundin verkföll í grunnskólum í 3 öðrum sveitarfélögum. Verkföllin eiga að hefjast í næsta mánuði. Ný neyðarhitaveita er komin upp á Miðnesheiði. Hún á að varna því að fasteignir skemmist verði tjón á Njarðvíkuræð í næsta eldgosi. Það þarf ekki meir en hálftíma til að afgreiða eina giftingu, segir prestur í Glerárkirkju á Akureyri. Þar gengu 16 pör í það heilaga í dag á degi elskenda. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúv.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólskum. Þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar, verið sæl.